Nú ætlum við að reyna okkur í ræðarstæður en það eru í raun stæður sem eru með svona stóru deilingarmerki. Þegar við erum að skoða stæður þá reynum við að stytta eins og við getum og við gerum það með því að reyna að finna eitthvað sem er eins, breyta þessu upp í margföldun og finna það sem er eins upp og niður til þess að geta stytt það út. Og við skoðum hérna fyrsta dæmi 3x í öðru deilt með 6x í fimmta, þá skulum við skrifa 3 sinnum x sinnum x, því þetta er það sama og 3x í öðru er það ekki. Ef við þáttum töluna 6 þá er hún 2 sinnum 3 sinnum x sinnum x sinnum x sinnum x sinnum x. Og nú erum við komið með eitthvað sem er eins. 3 og 3, x og x, x og x. Og þá er eftir 2x í þriðja. En það er ekkert upp á striki. Má ég þá bara skrifa þetta svona? Nei, ég verð að hafa eitthvað upp á striki. Og þegar allt er farið, þá situr eftir 1 í raun og veru. Þegar það er mínus eða plús upp á striki eða fyrir neðan eins og þið sjáuð hér, þá er ekki hægt að stytta beint út. Þá þurfum við að gera eitthvað annað fyrst. Við þurfum að þátta, taka út fyrir svegan. Það er ekki y báðum megin, þannig að við tökum 5 út fyrir svegan. Þá verður eftir y mínus 15. 5 er ennþá undir striki. Þetta er í raun og veru margföldun. Þannig að þetta er einn þátturinn í margföldunni og hér er hinn. Þannig að ég má strika út annarkvort þennan eða þennan. Nú, það er 5 sem er eins og það sem er undir striki og nú er allt farið undir strikinu. Þá má ég skrifa þetta svona. Ef það fer allt upp á striki þá verð ég að skrifa 1 eins og áðan. Ef allt fer undir striki þá þarf ég ekki að skrifa 1. Sama hér í raun og veru. Þáttum það sem er fyrir neðan x mínus 2. Styttum 1 á móti x mínus 2. Hérna þurfum við að nota regluna hvernig við þáttum upp í 2 svega. Þið munið að þetta er u mínus 7 plus 7. Tökum u út fyrir svega einna niðri og fáum u plus 7. Hér sjáum við með 2 eins svega. Þennan hér og þennan hér. Þá styttum við þá út í heilu lagi. Og þá verður eftir u mínus 7 deilt með u. Þegar við margföldum saman brot, þá margföldum við raun saman bara það sem er upp á striki og það sem er undir strikinu. En það er ágætt að sjá fyrir sér til dæmis að 6 er 2 sinnum 3 og þá má ég stytta þetta út. Og ég má í raun og veru skrifa þetta á eitt langt deilingarstrik og setja bara sinnummerki upp og niðri. Þá verða eftir x upp á strikinu því að þristurinn er farin og 2 × 5 eru 10. Þegar ég deili almennum brotum, alveg sama hvort það er x í því eða ekki, þá þarf ég að skrifa fyrra brotið eins og það er og breyta svo í margföldun og nota þá margföldunar andhverfu brotsins eða réttara sagt snúa því á haus. 2 deilt með x og þá er þetta orðið margföldun. Þetta er 2 × 2, þannig að ég stytti hérna 2 á móti 2, þá er fjarkinn farin. Ég stytti x á móti x og þá verði ég að skrifa, það er bara eftir 2 undir striki og þá verði ég að skrifa 1 upp á strikinu. Því má ekki skrifa bara eitthvað fyrir. Þegar við leggjum saman almenn brot, hvort sem það eru bókstafir í þeim eða ekki, þá þurfum við að gera samnefnd. Þá þurfum við að finna hvað þarf ég að margfalda y þannig að það verði, eða x, þannig að þetta verði saman og hér er nokkuð augljóst, ég þarf að lengja með x hérna megin og y hérna megin. Og þá fæ ég 3x í öðru deilt með x y plus 2y í öðru deilt með x y. Og þá fæ ég í raun og veru að því ég get ekki lagt saman x í öðru og y í öðru. 3x í öðru plus 2y í öðru deilt með x y og ég get ekkert gert við þetta. Hérna
er þetta örlítið flóknar því hér er plúsmerki upp á deilingarstrekunum en samt ekki. Hér erum við með 2x og 3x. Ég vil fá þetta upp í 6x, þannig ég lengi með 3 og lengi með 2. Þá fæ ég 3 og nú þarf ég að passa mig. X plus 2, ég þarf í raun að vera margfalda hérna inn í svegan. Sumir geta gert þetta jafnóðum, en það borgar sig að skrifa í raun og veru fleiri milliskrif heldur en færri. Þá fæ ég 3x plus 6 og nú ætlum ég að setja bara upp á 1 deilingarstrik plus 2x plus 4. Þá fæ ég hérna 5x plus 10 deilt með 6x. Nú er ég í raun ekki hættur. Plássið mitt að verða búið. Ég get hugsanlega tekið eitthvað út fyrir sviga. Ég get tekið 5 út fyrir sviga. Það hjálpar mér samt ekki. Ef ég hefði geta tekið eitthvað út fyrir svigan þannig ég gæti stytt á móti 6-unni þá myndi það hjálpa mér. En ég get það ekki og þar af leiðandi er ég búinn. Við þurfum að passa okkur að bara þó þetta sé komið í svona eitthvað einfaldara form, við gætum þurft að gera aðeins meira. En fyrst að plássið er búið þá er eins gott að við þurftum ekki að gera meira hérna, þurftum bara að skoða hvort við vorum búin. En þá er þessu lokið.